þolið hjá leigjendum við að vita það að með ævistarfi sínu og vinnuframlagi og stolnum stundum frá fjölskyldunum sé eingöngu til þess að tryggja velferð leigusalans. Það þeir að borga velferð leigusalans með sinni eigin. Þetta endurspeglast í þeirri staðinn að fólk vill ekki vera á leigumarkaði. Í Finnlandi þannig að sveitarfélögin reka stóran hluta af hinum almenna íbúðamarkaði fyrir utan þessu sértæku búsetuúrræði sem að velferðarþjónustu sveitarfélagana reka. Þá eru bara með 10.000 eins og í Helsingi bara 100.000 íbúðir inn á almenna íbúðamarkaðin sem að svaraði til þess að það væri svona Reykjavík borg ætti 7.000-8.000 almenna íbúðir inn á markaðin sem ekki. Þannig ég kalli eftir stór átaki sveitarfélaga í að byggja upp almenna íbúðir inn á leigumarkaðin sem eru óhagnaðardrifnar og eru þá bara á kostnaðarverði. Það kom bara fram í könnun sem að hún vísa til að það er einungis 10% af leigjendur sem vilja vera á leigumarkaðnum. Það segir sér sjálft ef 90% af þeim sem eru í einhverju sambandi og vil ekki vera þar, þá er þetta ofbeldi samband. Það er bara ekkert neitt rosalega margt jákvætt við íslenska leigumarkað og tilkoma leigufélagana til dæmis, stóru leigufélagana hefur kannski merkilegasta framlag þeirra til íslensk leigumarkaðar er að ryðja brautina fyrir mjög skelfilegum hækkunum sem að ætla engan enda að taka. Þrátt fyrir að hafa fengið mikla forgjöf í sínum rekstri og sínu uppbyggingu á sínum tíma, einmitt með aðkomu og aðstoð Íbúðalánasjóðs sem afhenti þeim á mjög góðum kjörum, hundruður íbúða. Ég vil ekki meina það að það þurfi að styrkja þessi félög, ekki nema þá að setja þeim skorður varðandi hækkun á leiguverði vegna þess að þetta snýst ekki bara framboð og þetta snýst líka velferð leigjenda og hún er fyrst og fremst lögin þeirri verðlagningu sem þeir búa við. Það verðlagningu og verðmyndun, hún sé ekki svona einhliða, hún er algjörlega einhliða á forsendum leigusalans, algjörlega og það er engar reglur eða takmarkanir því, þrátt fyrir það segi í húsaleigulögunum að leiga skuli vera sanngjörn og eðlileg fyrir báða aðila. Þetta auðvitað svona liggur eiginlega fyrir augum uppi. Auðvitað vita allir að markaðurinn getur ekki leyst þetta og auðvitað ætti þetta alls ekki að vera svona. Þess vegna skil ég bara ekki að við erum svona menntaða þjóð og margar stofnanir og allir að vinna í þessu hundruð og ekki þúsundum manns að spá í þessu og á háum launum 250 daga á ári. Skuli allt í einu vakna fyrir það árið 2022 að það sé eitthvað að. Það er ekkert almennilegt að gerast þó að við fögnum öll tilkomi bjarg eftir þess að henda einni kartöflu inn í 20 manna fjölskyldu og segja svo, já þau ætla að koma með smá mataborði. Þetta hefur ekkert að segja fyrir að hlutfallið er komið 20% af markaðnum að þess að bara hafa einhver alveg áhrif á afkomuleigjenda, velferð þeirra og tiltrú á markaðinn og líka bara að hafa áhrif á verðlagningu á leigumarkaðnum.